Nú ætlum við að skoða hvaða áhrif lokunarhraðinn hefur. Lokarinn sem að lokunarhraðinn stýrir því hversu lengi ljósi er hleypt inn á myndflugunum. Ef við erum í lítilli birtu þurfum við að hafa opið lengi, ef við erum í mikilli birtu þurfum við að hafa opið stutt. En það er fleira sem hefur áhrif á hvað ljósið fer hratt inn, þannig að við getum notað lokunarhraðann svolítið svona á skapandi hátt. Núna er ég með myndavélina þannig stilta að ég stilli lokunarhraðann og myndavélin stillir í raun ljósopið á móti til þess að vinna á móti því. Þannig ég ætla að byrja á með 1/2000 úr sekúndu sem er mjög hratt. Og það sem að gerist þegar við tökum mynd, skulum við taka mynd, hérna eru bílar á mismikilli ferð. Á 1/2000 úr sekúndu að þá skiptir ekkert öllu máli hvað bílar keyra hratt, þeir þurfa að keyra mjög hratt til þess að vera ekki alveg kjurir á myndinni. Myndin á þessum hraða, þá fristir myndavélin algjörlega mómentið. Við skulum prófa að fara niður í 1/200 úr sekúndu. Þá bílar sem fara hægt, þeir eru eins og þeir séu kjurir á myndinni. En bílar sem fara aðeins hraðar, þeir sýna kannski smá hreyfingu. Við skulum prófa líka að fara í 1/20 úr sekúndu. Og sjá hvað það gerir. Og leið og bílar eru komnir á þokkalega ferð, þá eru þeir bara strax orðnir hreyfðir. Og þetta er hægt að nota svolítið til þess að skapa ákveðið andrúmsloft, sýna ákveðna hreyfingu í myndinni. En það fer eftir því hvort við erum með myndavélina á þrífæti eins og ég er með, eða hvort við höldum á henni og hvað viðfangsefnið er á mikilli hreyfingu, hvaða lokunarhraða við þurfum að velja hverju sinni. Það er í raun ekkert annað en æfing til þess að æfa sig að finna út úr því.